Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 23 af þessu hlaðvarpi. Before I get too far into the episode, I just want to remind you and disturb you with this English that if you want the transcription to this episode and all of the other episodes I've already produced, you can find them on the Patreon page of the show. The link is in the description of this episode. Í dag langar mig að tala eitthvað sem að ég hef verið að spá í nýverið og það þessi leið sem að við förum í gegnum þegar að við lærum nýtt tungumál. Ég var að spá í þessu því að þetta svo staðlað. It is so standardized hvernig við förum að því að kenna tungumál og þá hvernig við sem nemendur lærum tungumál. Því ég spyr mig, til ein rétt leið til þess að læra tungumál? Og svarið að sjálfsögðu nei, það ekki til ein leið til að fara að því að ekkert okkar eins. Ekkert okkar lærir á nákvæmlega sama máta og ekkert okkar hefur áhuga á nákvæmlega sömu hlutum eða sömu áherslur eða sömu markmið. En þó höfum við séð með áratuga reynslu og jafnvel árhundruða reynslu af því að kenna tungumál og læra tungumál að það eru til sumar leiðir að því sem að eru betri og skilvirkari en aðrar. Og þaðan fer fólk að pæla í því hvernig getum við staðlað þetta nám þannig að við náum að kenna sem flestum sem mest á sama tíma. Þegar að grunnskólakerfi verða til allan heim og það fer að þróast, þá fara skólakerfi hvers lands að pæla í því hvað þurfum við að leggja áherslu á hvenær. Þá eru margir sem eru sammála það hvenær og hvernig skal leggja ákveðnar áherslur á til dæmis stærðfræði kennslu, í hvaða röð við eigum að kynna hinn ákveðnu viðfangsefni stærðfræðinnar. Til þess að kunna að leggja saman tölur þá þarftu fyrst að vita hvað tölurnar eru og hvað þær þýða. Þú lærir ekki að deila áður en þú kannt að mínusa eða draga frá, heitir það víst á betri íslensku. Og svo þegar þú kemur lengra inn í kerfið, þá það yfirleitt kennt í þeirri röð að þú lærir differentiation áður en þú lærir heildun, that is integration. Þó að hugmyndin heildun hafi komið á undan hugmyndinni different, bara því að við komumst að því að það var einfaldara að kynna þessa hugmynd í þeirri röð. Þá komum við aftur að pælingunni með tungumálakennslu og það að læra tungumál. Hvaða röð rökréttust? What order is the most logical? Hvaða röð viðfangsefna innan tungumála rökréttust til að kenna einhverjum málið? Og auðvitað þá hvað viss atriði sem að eru kannski hentugri og einfaldari að læra heldur en önnur sem að maður myndi byrja á að kenna eða að læra sjálfur. Og það þá atriði eins og það að geta kynnt sig á nýju tungumáli. Að læra að segja, ég heiti þetta, ég þessi hlutur, þetta starf, ég geri þennan hlut, ég svona gamall, ég kem frá þessu landi og að læra að spjara sig í neyðartilfellum,
að geta spurt hvar klósettið sé, hvernig kemst ég að þessum bæ, hvar útgangurinn og svo framvegis og svo framvegis. Svona lærum við ný tungumál í kennslu í skólum. Við byrjum á að læra þessa hluti til þess að komast inn í málið. Af því að þannig hafa námskrár skólanna, the school's curricula, verið settar upp. En fyrir mína parta þá finnst mér þetta ótrúlega leiðinlegt viðfangsefni. Og það kannski vandamálið. Það að mér finnist það í alvörunni leiðinlegt að læra einmitt þessa hluti. Mér þykir það ekki nógu spennandi. Það getur verið að ég hafi minnst á þetta í öðrum þáttum. En þetta eitthvað sem að ég stend með af mikilli hörku og ástríðu. Og það að maður lærir best þegar að manni þykir það sem maður að læra vera mikilvægt. Það getur verið raun nauðsynlegt, til dæmis ef að maður væri orðin strand á eyðieyju, eins og í Castaway eða Lost eða Survivor, að þá verður maður mjög fljótur að læra það að kveikja elda, eitthvað sem að maður hefur kannski aldrei gert áður. En á þessu augnabliki og í þessum kringumstæðum þá eins gott að þú lærir það strax, því að annars bara muntu ekki lifa það af. Þar verður hluturinn sem þú ert að læra mikilvægur vegna þess að hann nauðsynlegur. Það að læra tungumál eins og íslensku sem dæmi ekki alveg nauðsynlegt upp á það hvort þú lifir eða deyir. Ég get allavega ekki ímyndað mér kringumstæðir þar sem að það yrði staðan. En það finnast þó alveg kringumstæður þar sem að þessi svokallaða nauðsyn verður til. Til dæmis læra fáir tungumál jafn vel og jafn hratt og þeir sem að flytja til staða þar sem að eina tungumálið sem að í boði til þess að geta talað við aðrar manneskjur yfir höfuð þeirra tungumál. Þetta gerist mjög víða í minni bæjum ákveðinna landa sem að ekki endilega mikið að reyna að tengja sig við önnur ríki. Þá meina ég eins og smábæir á Spáni, í Þýskalandi, í Frakklandi, í Póllandi, Tékklandi og svo framvegis. Þar sem það ekki sjálfsagt að fólki þar kunni ensku eða í Austur-Evrópu að þau kunni rússnesku. Ef að maður myndi flytja til þannig staða, þá yrði maður mjög fljótur að ná að tala málið af því maður til þess neyddur ef að maður ætlar að ná að búa þar. Það svona annað stig nauðsynjar eða önnur birtingarmynd nauðsynjar. Ég tengi þetta sérstaklega við mann sem að lærði kínversku á hvort það voru 3 mánuðir eða 6 mánuðir og hann hélt TED Talk hvernig hann fór að því. Og það sem hann gerði var að hann var í lest. Ég held hann hafi verið á leið frá flugvellinum til Shanghai og ákvað þar að hann sem Bandaríkjamaður hætti að kunna ensku. Allt í einu gat hann ekki talað og hann þurfti þá að fara að reyna að tala við fólk í kringum sig með engan orðaforða. Hann þurfti að fara að nota bendingar og einhvern veginn gefa til kynna að hann væri til dæmis svangur og vildi þetta og bendir á hlutin. Og þegar einhver Kínverji svarar honum með einhverju hljóði, þá hermir hann eftir því, apar það eftir og nær þannig að ná tökum á stökum orðum. Þar til að orðaforðin hans stækkar
og hann getur farið að tjá flóknari hluti, því að auðvitað getur hann hugsað flókna hluti, því að hann er fullorðinn einstaklingur og er með fullþroskað ego á sínu móðurmáli, en þarna þurfti hann að byrja frá algerum grunni og náði að gera það hratt því að hann yfirgaf fyrsta egoið sitt. Þetta er í rauninni sama hugmynd og ég fjallaði í þætti númer 5 töfra orðin 3, þar sem að vinur minn kom með þá kenningu að þú kannt tungumál þegar þú kannt að segja ég geri þetta á einhverju tungumáli, að það sé þér nóg til að tala tungumál og svo stækkar upplausnin á þínu tungumáli út frá því. En svo ef ég tala þá þriðju birtingarmyndina af einhvers konar nauðsyn, þá er það ekki beint nauðsyn af því að við þurfum ekki að gera það. Við erum ekki til þess neitt að læra hlutin út af ytri kringumstæðum, en við gætum verið neitt til að gera það frá innri kringumstæðum þegar að okkur langar að læra hlutin, þegar að það er ástríða og áhugi fyrir því að læra hlutin, þegar að dópamínið inn í okkur er farið að spila inn í það hvað við viljum gera, hvað við viljum ná að skilja og endanum ná að klára að læra. Þú sem að ert eflaust að læra íslensku sjálfur, ert örugglega að gera það því að þú hefur áhuga á því. Það gæti verið að þér þætti það líka nauðsynlegt ef að þú hefur flutt til Íslands og þarft að finna fleiri leiðir til þess að hlusta á hana, og þess vegna ertu að hlusta á mig núna. En þú ert þá örugglega að gera það því að þú hefur hreinlega áhuga á því sem að er að gerast innan málsins þegar það er talað eða skrifað. Þér gæti þótt að áhugavert að vita bara hreinlega hvernig fallbeygingar virka og ekkert meira en það. Þú gætir verið einhver frá rómönsku löndunum, þaðan sem að tungumál eru þróuð frá latínu, þar sem að nafnorð beygjast ekki. Þau eru með kyn en þau breytast ekki mikið, allavega ekki jafn mikið eins og sagnorðin ykkar. Og gæti þótt það spennandi að bara reyna að skilja og fatta hvernig geta nafnorð breyst svona innan þessa samhengis. Og það að vita eða skilja það væri kannski ykkur nóg. Að ykkur sé sama forsetningar, að ykkur sé sama settingar, myndanir, að þið þurfið ekkert að læra að tala tungumálið. Þið vitið hvað þið viljið. Þarna finnst mér ganga upp fyrir mann sjálfan að maður læri hlutina í svolítið vitlausri röð. Að það hvernig staðlaða kerfið segir eitthvað hvernig þú átt að læra tungumál á ekki við þig. Þú hefur kannski ekki áhuga á stóru myndinni. Þú gætir haft mjög mikinn áhuga á einhverju lítilli mynd innan stóru myndarinnar. En þá vitum við það með þessari nauðsynja tengingu að þú ert að fara að læra það miklu betur heldur en ef að þú ætlaðir að fara að þröngva þér í gegnum ferli, stóru myndarferli sem að geti tekið alltaf 2 ár þar til að þá færð hvað svarið við í rauninni þinni spurningu. Þar missir fólk oft áhugan ef að það nær ekki að fá sín svör og ná að fullnægja sínum markmiðum. Tilgangurinn með þessum þætti var einhvern veginn að reyna að hvetja þig til þess að halda áfram á þinni braut þó að hún sé allt önnur heldur en þær sem að aðrir ætla að reyna að setja þig á. Þú verður að fylgja þínum áhuga og að gera það skammarlaust því að þú ert ekki að tapa einhverju á því að læra það sem að þér þykir spennandi. Það er fullt af hlutum sem þú endar á að læra innan þessara stóru myndar á meðan þú ert að læra það sem að þú vilt gera. Þú til dæmis gætir ekki lært
bara beygingar nafnorða, ef við tökum það sem dæmi, án þess að læra fullt af hlutum í leiðinni. Þú fengir að læra hvað einhver nafnorð þýða, þú lærir fullt af sögnum af því þau tengjast í beint hvernig föll geta breyst og þú lærir fullt af forsetningum til að geta munað hvað breytir hverju í hvað og þú endar á að læra setningarmyndanir af því þetta gerist í ákveðinni röð. Þannig að þó að þú ætlar ekki að fara að lesa víkingasögurnar og vilt bara læra þennan hlut, þó að þú sért að einbeita þér að ákveðinu viðfangsefni, þá nær það að breyða svo mikið út frá sér og þú endar að læra miklu meira en þú heldur kannski ef þú færir þessa leið. Ég ætla að enda á að koma það með persónulegt dæmi þetta. Einhver tíma ákvað ég að mér þætti það eiginlega leiðinlegt og aðeins pirrandi að ég væri svo oft farin að rekast á, vegna vinnu minnar og það sem ég geri, kýrilískt letur, so Cyrillic characters, sem að eru notaðir í austurslavneskum tungumálum og þá helst rússnesku. Og mér fannst það eitthvað spennandi að geta náð að lesa þessa bókstafi. Í mínu tilfelli þá var það að fara að einfalda líf mitt aðeins ef að mér tækist það. Þannig að einn af þeim hlutum sem að ég gerði fyrst flashcards fyrir var fyrir kýrilíska bókstafi. Þannig að ég fór að búa til hliðstæður fyrir kýrilíska stafi og að tengja þá við latneska stafi, connecting them to Latin characters. En þá í leiðinni rekst ég einmitt á það að það er fullt af hljóðum og fullt af bókstöfum sem að eru ekki til beint innan latneska stafrófsins. Það eru til einhver hljóð þarna sem að ákveðnir bókstafir þýða sem að ég hafði enga leið til þess að ná að framkalla sjálfur með mínum eigin skilningi á latneska stafrófinu. Þannig að ef ég fór dýpra ofan í kanínuhóluna, it's a very weird appropriation of the term, deeper into the rabbit hole, þá fór ég að læra hljóðstafrófið, the phonetic alphabet, þar sem að EPA stafrófið, the International Phonetic Alphabet, hefur ákveðnar leiðir til þess að staðla öll þau hljóð sem að manneskjan getur framkallað innan tungumáls og þannig náð að sýna það í annars konar hljóðskrift hvernig bókstafir eru túlkaðir og lesnir í hinum ýmsu tungumálum. Eins og til dæmis er hægt að skrifa upp munin á íslenska a-inu og enska a eða ei. Þannig að ég lærði smá af hljóðstafrófinu af því að ég hafði áhuga á að lesa kýrilíska bókstafi. Og svo gekk mér ágætlega vel með það, upp að því marki að ég var farin að geta lesið í gegnum rússneska skrift ágætlega. En út frá því var það farið að gerast hjá mér að ég var farin að læra rússnesk orð og bráðum var ég farin að geta lesið einfaldar rússneskar setningar og út frá því að ég var búinn að læra hljóðfræðina og bókstafina var ég farin að geta talað pínulitla rússnesku og það var allt í einu orðið ótrúlega spennandi. Þannig ég fór að reyna að kynna mér fleiri orð, fleiri stofna eða rætur, more stems or roots innan rússneskunnar. Þannig að ég ætti þá aðeins einhverja leið til þess að skilja hluti sem ég sá skrifaða, þó að þeir væri flóknir, að þá gat ég einhvern veginn skilið hvað væri verið að reyna að segja. Þannig að það var mjög fátækur orðaforði og ég gat ekki skapað flókið mál. En þarna náði ég óvart að læra stórtækan hlut út frá því einu að ég hafði mjög sérhæft markmið. Mig langaði að læra stafrófið en endaði á að læra málið upp að því marki sem ég náði að læra það.
og ég held að það hafi bara gerst vegna þess að ég hafði þetta skýran áhuga. Ég vissi hvað ég vildi. Ég var með ákveðið markmið og öll ytri reynslan sem að ég náði á sama tíma fékk bara svona að fljóta með í þessu lærdómsferli. Þannig að ég naut mjög góðs af því að hafa farið þessa sértæku og ákveðnu leið í gegnum minn lærdóm. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.